Ég býð ykkur velkomin til þessa 687. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Það eru 11 mál á dagskrá. Það eru 2 almenn erindi, 4 fundargerðir til staðfestingar og 5 til kynningar. Við göngum til dagskrár og það er fyrsti dagskrárliður er að óska tilnefning í skólanefnd Borgarholtsskóla. Ég óska til tilnefningum, Haraldur Guðsvör. Það spyrir hvort að ég megi taka hana fyrst og annan liðin saman. Eitthvað sem gerir athugasemd við það, þá gerum það með þeim hætti. Og það er þannig að í þessar skólanefndir er skipar menntamálaráðherra. Hann óskar eftir tilnefningum tveggja einstaklinga eða tveggja aðila í hvern skóla fyrir sig. Í Borgarholtsskóla er það þannig að Mosfellsbær tilnefnir annan fulltrúan og Reykjavíkurborg hinn fulltrúan. Og svo er það þannig að það er óskað eftir 2 nöfnum í bréfi ráðherra, annars vegar karlmannsnafni og svo kvenmannsnafni. Og svo áskilur ráðherra sér rétt til þess að velja hvort nafni verður valið í því skyni að kynja hlutföll í þessum skólanefndum séum sem jöfnust. Þannig að ég er hér með tillögu að 2 nöfnum í skólanefnd Borgarholtsskóla og síðan yrði það þá þannig að bæjarstjórn samþykkir það að þá einstaklingur sem ekki yrði valinn, hann yrði þá varamaður hins. Og tilnefningarnar eru þá Ólafur Gunnarsson og Bryndís Brynjarsdóttir. Í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ þá er óskað eftir tilnefningum 2 aðila, það er að segja þá einni konu og einum karli og svo aftur einni konu og einum karli, það er að segja 4 nöfnum. Og tilnefningarnar eru Hreiðar Örn Sóeka og þá í sama andrá Linda Udengård. Heitir reynda fullu nafni Guðbjörg Linda Udengård. Og svo Sigríður Jónsen og þá á móti Höskuldur Þráinsson. Og á sama hátt yrði þá sá aðili sem ekki yrði valinn varamaður. Þetta var tilnefningarnar, forseti. Já, takk fyrir þetta. Ef við afgreiðum fyrst skólanefnd Borgarholtsskóla, eru aðrar tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast þau samþykkt og síðan er það F-MOS, eru aðrar tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast þau samþykkt. Þá förum við í 3. mál sem er bæjarráð. Forseti, er þetta ekki rangt í kynningunni að þetta stendur A-MOS, er það ekki rangt? Afsækir, er það ekki félag aldra? Það er kannski mætti leitra. Það er svona spurning, en hérna fundarritari skoðar þetta. En það er spurning hvort það ætti að vera FRA-MOS. En þá tökum við fyrir fundagerð hvað er að stríða mér hérna. 1289. fundar bæjarráðs sem haldin var 12. janúar. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðan lokið. Þeir sem að samþykja hana, svo ekki að merki. Takk fyrir, það eru all 9 atkvæðin. Þá tökum við þess næst fyrir fundagerð 1290. fundar bæjarráðs sem haldið var 19. janúar. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðan lokið. Þeir sem að staðfesta hana, svo ekki að merki. Takk fyrir, það er all 9 atkvæðin með því. Og samþykk. Þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar sem var 332. fundur sem var haldinn 18. janúar. Orðið er laust þá fundagerð.
Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég sé að þarna voru tekin fyrir skóladagatöl skólana en afgreiðslu þeirra var frestað og ég myndi gjarna vilja vita á hvaða ástæðu það var, hvort það eitthvað sérstakt sem olli því að þau voru ekki afgreidd á þessum fundi. Ég var sjálfur mér orðið. Nei, það var í raun og veru ekki nein sérstök ástæða, bara að það væri þannig að allir hefðu önnur en sú að fólk geti fengið tækifæri til þess að kynna sér þetta betur og taka þetta síðan fyrir á næsta fundi þá til afgreiðslu. Þannig að þetta niðurstaða af þessu margfalda samráði sem búið að eiga sér stað til þess að koma stað þessu tillögu sem voru lagðar fyrir nefndina og það væri kynnt og síðan væri það þá tekið til afgreiðslu á næsta fundi. Fleiri sem æskist að taka til máls? Ef svo ekki þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar þeir sem að samþykkja hana gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 428. fundar skipulagsnefndar sem haldið var 17. janúar, orðið að laust fundargerðina. Sigrún, gjörðu svo vel. Sjónarmun á undan. Bjarki má reyndar fara á undan aðeins. En, já, ágæti forseti. Ég kem hér fram undir lið sem að heitir uppbygging á lóðum í miðbæ Mosfellsbæjar. Það er þannig mál með vexti að arkitektastofuna sem er að vinna þessa tillögu að íbúabyggð á milli menntaskólans, FMOS og Krónunar, þeir mættu á fund skipulagsnefndar fyrir stuttu og er svo tillaga á Glærum sem að þeir fluttu þarna eða kynntu fyrir nefndinni. Hún fylgir með í þessari fundargerð. Það verður að segjast eins og að þeir eru áður búnir að setja fram þessi gögn að mestum hluta, ekki að öllum hluta. Og er skemmst frá því að segja að sú tillaga sem að verið er að vinna að, hún stenst ekki skipulag. Hún er ekki í samræmi við skipulag miðbæjarins og hún er ekki í samræmi við niðurstöðu rýnihóps sem að vann tillögu að gerð græns miðbæjar í Mosfellsbæ. Og bæði fulltrúar D- og V-lista hafa kynnt fyrir íbúum að þeir muni vinna eftir eða gerðu það á sínum tíma að kynna það fyrir íbúum að þetta væri það skipulag sem að þeir myndu fylgja eftir. Þarna er komið og ég get ekki betur séð en að þetta sé líka á skjön við auglýst fyrirkomulag á þessum lóðum þegar að þessar lóðir voru auglýstar hjá Mosfellsbæ. Á þeim tíma var auglýst, þetta var 2015, birtist þessi auglýsing á vef Mosfellsbæjar að mig minnir í ágúst. Samkvæmt þeirri tillögu áttu að rísa þarna í Bjarkarholtinu á þeim hluta skipulagsins sem að tilheyri Bjarkar. Það tilheyrir sem sagt tveimur götum þetta skipulag, annars vegar Bjarkarholti og hins vegar Háholti. Tillagan sem að þá var uppi, eða sem sagt og auglýsingin gekk út á það að á Bjarkarholtsreitnum þar myndi rísa 52 íbúðir
og þær væru á bilinu 2-4 hæðir. Á Bjarkarholtsreitnum eiga nú að rísa 100, samkvæmt þessari tillögu, eiga að rísa 111 íbúðir og þær eiga að vera að töluvert stórum hluta 5 hæðir. Það bæði búið að breyta því, sem sagt, það eru orðnar 5 hæðir og það er búið að tvöfalda byggingamagn á reitnum. Á þessum reit eiga síðan að vera 73 bílastæði ofanjarðar. Síðan er háholtslóðin við hliðina. Þar verða, eftir því sem að mig minnir, 37 íbúðir og 70 bílastæði. Þannig að á þessum reit er nú gert ráð fyrir 147 íbúðum og 140 bílastæðum ofanjarðar. Í gögnunum sem að fylgdu með þessari kynningu er mynd af húsaþyrpingu í miðbæ Reykjavíkur. Og það skipulag á að vera svona fyrirmyndin af þessu skipulagi. Á því skipulagi í miðborginni eru örfá bílastæði. Það er eiginlega engin bílastæði á þessu svæði, þarna Grettisgata, Njálsgata, Bergþórugata. Það eru örfá bílastæði á því svæði sem að myndin er tekin á, að því mér sýnist. Það er, húsin þarna eru yfirleitt ekki hærri en 4 hæðir og allt skipulag bara allt annarri gerð. Heldur en hönnuðir gefa til kynna, eða framkvæmdaaðilinn gefur til kynna að eigi að rísa þarna í miðbæ Mosfellsbæ. Mér finnst ástæða til að gera miklar athugasemdir við þetta. Vegna þess að framkvæmdaaðilum ætti að vera ljóst að þetta skipulag er á engan hátt sambærilegt. Og ég vil ganga svo langt að segja að ég telji að verið sé að beita Mosfellsbæ blekkingu með svona gögnum sem að eiga ekkert skylt við raunveruleika eins og þetta. Og mér finnst, og okkur í íbúðarhreyfingunni, þetta draga mjög úr trúverðuleika þessara framkvæmdaaðila. Og við viljum fara þess á leið að samkomulaginu verði rift vegna þess að það kann ekki góðri lukku að stýra að hefja svo umfangsmikla uppbyggingu í Mosfellsbæ á þessum forsendum. Á forsendum sem eru algjörlega óraunhæfar og alls ekki sannleikanum samkvæmur. Og ég vil fá að vita á hvaða forsendum verið er að vinna að framkvæmdaaðilinn er að vinna þessu skipulag. Vegna þess að þetta skipulag á enga tilvísun í skipulag miðbæjar Mosfellsbæjar. Bjarki, var það þetta máli að Haraldur Gjörsvöld? Fórseti, aðeins að á að bregðast við þessari tilfinningaþrungnu ræðu. Það er þannig að í gildandi deiliskipulagi miðbæ Mosfellsbæjar er gert ráð fyrir því að á milli húsin sem er númer 23 í Háholt og framhaldsskólans megi rísa 52 íbúðir. Bæjarráð ákvað hér fyrir þessu ekki cirka bara ári síðan að auglýsa eftir tillögum að uppbyggingu þeirra lóða, þar að segja Bjarkarholt 1-5 sem og Háholt 23 með það að markmiði að Háholt 23, það hús sem þar er, muni víkja.
Það var auglýst á sínum tíma og með þeim formerkjum að viðkomandi aðilar þyrftu þá, ef virt þá verið samið, að kaupa upp eignina HR23 af þeim eigendum sem að það eiga. Og bárust tvær tillögur í þetta samkvæmt þessari auglýsingu. Og yfir þær var farið mjög skilmerkilega og vel á held í 2 fundum bæjarráðs síðastliðið sumar eftir þessar tillögur bórust. Því miður þá mætti engin fulltrúi frá íbúðarhreyfingunni á fundi bæjarráðs eða þetta var gert. Gæti kannski ímynda mér það að ef það hefði verið þá hefði kannski færri spurningar komið. En í þessari auglýstu tillögu var boðið upp á það að auglýsta útboði var boðið upp á það að viðkomandi aðilar sem á þessu sýndu áhuga gætu komið með tillögur að breytingum á deiliskipulaginu sem að væri þá sjálfsögðu háðar því að það færi gegnum skipulagsferli. Það var farið eins og ég sá það mjög vel yfir þessar 2 tillögur sem komu og niðurstaðan var sú að semja við annan af þeim aðilum sem að sýndu þessu áhuga. Og í þeim samningi stendur meðal annars áætlað íbúða fjöldamagn og byggingamagn á þessum reit. Það er að segja þessum 5 lóðum sem eru óbyggðar milli þessa HR23 hús sem á að víkja og framhaldsskólans. Og svo þessum þar sem að það hús er. Og samkvæmt þeim samningi gert ráð fyrir það bil 100 íbúðum á þessum reit. Það er að segja þessum auðareit og þeim reit sem er verið að endurbyggja og rífa. Það er breyting á deiliskipulag, það er öllum það ljóst. Það er að segja það var öllum það ljóst þegar að þetta samkomulag var gert, enda er það gert með öllum þeim fyrirvörum að deiliskipulagsbreytingar nái fram að ganga. Og þess vegna er þetta til umfjöllunar núna hjá skipulagsnefnd. Skipulagsnefnd er að fjalla þessar hugmyndir, enda hafði skipulagsnefnd áður ályktað og samþykkt deiliskipulag miðbæjarins að ástæða verið til að skoða það til þéttingar vegna þeirra áforma og þeirra breyttu aðstæðna sem að fram komu í svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins að almenningssamgöngur og borgarlína ætla að eiga sína endurstöðu í miðbæ. Og til þess að svo geti orðið og að það sé skynsamlegt og hægt, þá er nauðsynlegt og líklegt að þurfa þétt byggð. Og miðbær er einmitt mjög hentugur staður til þess. Það er með engum hætti verið að breyta út frá einhverju sem heitir grænt skipulag í miðbæ Mosfæðar. Græna tilvísunin á sér skírskotun í holtið, hverfisverndaða holtið, í trjágróður og útivistargarð í Bjarkarholtinu, beint að móti þessari lóð, en með engum hætti verið að breyta þeirri ásýndi að þeirri stefnum. Síðan talaði bæjarfulltrúinn hér um 147 íbúðir. Það er síðan líka verið að fjalla samhliða þessu aðra lóð sem þarna er við hliðina á, sem líka er auð, þar sem að hugmyndir þessara aðila ganga út á það að byggja þær í verslunarþjónustu með íbúðum og efri hæð. Það er líka í takt við þessa samþykkt skipulagsnefndar þéttingu byggðar á miðsvæði, miðbæ Mosfæðar. En það á með engum hætti við þennan tiltekna samning. Og það er engin að beita öðrum blekkingum. Þessi forskrift að þessu skipulagi er samkvæmt þessu samkomulagi sem að bæjarráð samþykkt að gera við þetta tiltekna aðila, og fyrir það lá umsögn skipulags höfundar miðbæjarskipulagsins, þar sem hann hafði með skírskotun til íbúðabyggðar eins og þessarar. Og þannig að þetta er gert
nákvæmlega þeim forsendum sem að þetta samkomulag var gert og bæjarráð samþykkti. Því miður þá gat engin fulltrúi íbúahreyfingar að verið á þeim fundum tveimur. Ég kann nú ekki stýringur á því, en það er bara önnur saga. Þannig að það er bara með þessum hætti og ég veit ekki hvaða tilgangi það þjónar í sjálfu sér að tala svona eða gefa það í skyn að hér sé einhver annarlega sjónarmið eða blekkingar eða slíkt. Það er náttúrulega bara ekkert að ræða og ég vísa því bara algjörlega á bug. Sigrún Gjársvel. Já, ágæti forseti. Mér langar að benda oddvita D-lista á það að við tökum ekki ákvarðanir breytingar á deiliskipulagi í Mosfellsbæ á fundum með framkvæmdaaðilum. Það gerir bara sveitarfélagið sérstaklega. Og ég ætla að benda líka á að til þess að funda með framkvæmdaaðilum á sínu tíma var boðað með allt og stuttum fyrirvara. Og það var ástæðan fyrir því að fulltrúi íbúahreyfingarinnar mætti ekki á þann fund. Ég skoðaði fyrir í haust þegar við vorum að fjalla með þessi mál, þá skoðaði ég við Mosfellsbæjar og fann auglýsingun sem að lauta þessu verkefni og að mig minnir frá ágúst 2015, en hún er horfin af vef Mosfellsbæjar. Hún er ekki lengur á vef Mosfellsbæjar sú tillaga. Við þurfum, þegar að verið er að skipuleggja byggð, þá þurfum við að vinna eftir deiliskipulag. Við leifum ekki framkvæmdaaðilum að vinna einhverja tillögur sem að íbúar í sveitarfélaginu hafa sem engin tækifæri til að hafa áhrif á. Og það er alveg augljóst mál að miðbæir og þar sem svo sem í veröldinni þeir eru ekki bara uppfullir af malbyggi undir bílastæði. Miðbæjar skipulag gengur út á það að hafa eins litla fleti af bílastæðum og mögulegt er í miðbæin. Þegar þetta skipulag er skoðað, þá er þetta bara einn malbyggsfleki sem á að fara að bjóða íbúum Mosfellsbæjar upp á í græna miðbænum sinn. Og það hefði verið voðalega gott á sínu tíma að Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænur hefðu líka gert grein fyrir því að þetta tæki bara til holdsins, þetta græna skipulag. En samkvæmt úthlutunarskilmálum í september 2015 þetta verkefni þá hljóðaði það svo: Bjarkarholt 1, 8 íbúðir á 4 hæðum. Bjarkarholt 3, 8 íbúðir á 4 hæðum. Bjarkarholt 5, 8 íbúðir á 4 hæðum. Bjarkarholt 7, 8 íbúðir á 4 hæðum. Bjarkarholt 9, 8 íbúðir á 4 hæðum. Háholt 23, 12 íbúðir á 3 hæðum. Og á þessum að ljóst vera að úthlutunarskilmálarnir ganga líka út á eitthvað allt annað heldur en það sem verið er að gera á skrifstofu hönnuða þessa verkefnis. Það má líka það sem vakti furðu mína var líka að tillagan uppbyggingu í Bjarkarholtinu og Háholti 23, hún hafði ekkert breyst á milli funda. Eftir því sem að ég best veit var skipulagsnefnd í heild sinni ekki sammála öllu þessu byggingamagni og hún var heldur ekki sammála öllum þessum ótal bílastæðum sem á að planta þarna inn í miðbæinn samkvæmt þessari glæru kynningu.
Þegar að líka bara spyr ég mig af hverju yfir höfu verið að koma með þetta inn á borð til okkar. Eftir að skipulagsnefnd búin að fjalla þetta, eftir að bæjarstjórn búin að fjalla þetta og allir sammála að þetta allt of mikið byggingamagn og allt of mörg bílastæði. Það bara verið að eyða tíma okkar í vitleysu. Ég óska eftir því að það verði sérstaklega greitt atkvæði þennan dagskrárlið. Það verður orðið við því. Haraldur. Eða Theodór. Forseti, kannski eins og kom fram hérna áðan hjá bæjarstjóra að þá hluti af þessu skipulagi og þessar 100 íbúðaeiningar sem að búið að afgreiða og teikningar lágu fyrir að því það skipulag lág fyrir. Það sem að kynnt fyrir okkur í skipulagsnefnd, því ég nú þar, það að það eru hugmyndir það að reyna að samþætta lóðina sem verður eftir milli þessara lóða og krónulóðarinnar að hafa því einu skipulagi. Það er að byggingin sem tekur við á þeim fleti sé sem mestu samræmi við eininguna sem er þarna við hliðina. Það var hugmyndin sem var kynnt fyrir okkur og engar ákvarðanir teknar þann hluta. Þannig bara það sé á hreinu. Þannig að þetta skipulag á þessum húsum sem við höfum áður rætt og búið að skrifa undir samkomulag 100 einingarnar og fjölda bílastæði, við erum að reyna þetta að fækka bílastæðunum. Það eru 130 með þessum 100 og eitthvað íbúðaeiningum og það er markmið að fækka þeim eins og við getum. Þannig að það er á hreinu. Það er samkomulag það hjá öllum í skipulagsnefnd. Ég skil ekki alveg hvaða upplifun eða hvaða skilaboð þetta fá á skipulagsnefndarfundunum. En til okkur komið þessu aðilega til að ræða það hvort við ættum, hugmyndur það hvort að þetta skipulag geta sem heild. Og þið sjáu það á gögnunum að það kemur lóð að breyta flekanum við hliðina á þessum húsum þarna. Það er hugmyndin það að búa til þar verslun með íbúðum uppi. Og það var umræðan. Bara kynning á því hvort það kemur til greina að skipulag geta sem eina heild. Þegar það hús sett nær þessum húsum til að mynda meira skjól og meiri einingu og svo tekum við þessi stóri, ekki tekjum það við öll saman það, svo tekum við þessi stóri stifti að malbyggaði flötur sem að maður auðvitað vonar í ykkur í framtíð verði meira af annars konar byggingum heldur en stórir malbyggaði fleti hvort sem það við krónuplanið og bakaríð okkar og svo við mögulega verslu sem þarna kemi. Það er auðvitað rétt en það er markmið að fækka þetta bílastæðum eins og við getum og leyfa fólki þá í þessari einmitt eins og kannski bæjarstjóri myndi á, við ætlum að reyna að koma þarna borgarlínu í gegn og þannig að fólk geti helst átt sem fæsta bíl og gengi sem mest. Þannig að ég veit ekki alveg hvert bæjarfulltrúi Sigurður að fara með þetta en þetta var bara kynning þessara fulltrúa og hvort komið til álita að sjá þetta sem eitt skipulag þar að sé lóðin til viðbótar. Hitt lá fyrir. Þannig að það er ekki engin skaði skeður og ef það verður þá er þetta kynnt, allir geta komið athugasemdir. Það er engin aðali hér einhverjir eigendur eða skipulegendur að segja okkur fyrir verkum ef það er upplifun bæjarfulltrúa. Við langaði að koma að því að það er að búa til eitt skipulag bæta lóðinu við hliðina við sem þannig að mynda svona heildar mynd á þessu sem fallega miðbæði okkar. Takk. Haraldur og svo Bjarki. Aðeins áfram þetta mál. Það var fullyrt hér áðan að bæjarfulltrúar íbúahreyfingarinnar að það væri verktakar og einhverjir sem ákveðtu skipulag í bænum. Ég get alveg fullvissað bæjarfulltrúan og aðra hér og þessum á þennan fund fullvista að svo er náttúrulega sjálfsögð ekki og ég held nú að bæjarfulltrúan viti það nú á væntanlega sjálf. Það lá þarna fyrir eins og ég fór í gegnum áðan var auglýst eftir aðilum sem myndi byggja upp þennan reit. Þeir höfðu heimild til þess að koma með hugmyndir að breytingu á því skipulagi sem er þarna í gildi nú sérstaklega með vísun til þess að skipulagsnefnd var áður búin að fjalla það á sínum fundum
og lýsa áhuga sínum og vilja til þess að það er þétt byggð á þessu svæði, á þeim rökum sem ég hef farið hér yfir áður í fyrir ræðu minni og Theodór gerði hérna líka hérna áður. Og það skipulag færi síðan á sjálfsögðu að það breytingar, tillögur breytingu á því deiliskipulag færi á sjálfsögðu sína lögbundnu leiðir í kerfinu. Þannig að segja með umfjöllun skipulagsnefndar, álitum sérfræðinga og svo auglýstri tillögu og kynningafundum eftir atvikum og svo móttöku athugasemda íbúa. Þannig að sú fullyrðing sem var hér flutt hér áðan að hér var verið að vinna eitthvað deiliskipulag á þess að íbúarnir hefði eitthvað áhrif á aðkoma því, er náttúrulega alveg fjarstæðukennt. Sjálfsögðu eins og í öllum öðrum skipulagsverkefnum við erum að fara eftir þeim lögum og reglum sem slíkt fjalla, sem á þeim verklagsreglum sem sveitarfélagið sjálft hefur sett sér það. Og það er mjög lýðræðislegt ferli. Það var líka minnst á það að það hefði verið eitthvað fundur með framkvæmdaaðilum. Ég var ekki að tala um fund með framkvæmdaaðilum, ég var að tala um 2 auglýsta formlega fundi bæjarráðs sem eru boðaðir með venjubundnum hætti. Það sem var fjallað um þetta mál og þessar tillögur. Það var fjallað um það á 2 fundum bæjarins og sérstaklega tekin ákvörðun að gera það vegna þess að þetta er mikilvægt mál og skiptir máli, þannig að bæjarráðsmenn hefur tækifæri og tíma til þess að meta og melta þessar tillögur sem komu þarna fram og til að taka það sem faglegast og besta ákvörðun. Það fór mjög mikil tími á báðum þessum bæjarráðsfundum í að ræða þessar tillögur sérstaklega og þá niðurstöðu sem bæjarráð komst að. En báðar þessar tillögur voru reyndar svona upplegginu til svipaðar hvað varðaði þéttleika. Báðar þær gerðu ráð fyrir eitthvað kringum 100 íbúðum á þessum leyti. Og samkomulagið sem var síðan gert við þann sem að bæjarráð ákvað að semja við eftir að þær tillögur höfðu fengið umfjöllun hjá fagfólki, hjá skipulagsfulltrúa, hjá umhverfissviði og hjá deiliskipulagshöfundum miðbæjarins. Hann kom hins vegar, þar að segja sá höfundur, kom á fund bæjarins, fór yfir sín sjónarmið og á grundvelli þess þá ákvað bæjarráð að semja við annan þessum aðilum og þessum grundvelli. Theodór er búinn að fara ágætlega hér yfir bílastæðamál og slíkt. Þetta mál er til umfjöllunar, þetta er til umfjöllunar í skipulagsnefnd og ég skil umfjöllunar núna síðasta fundi skipulagsnefndar þar sem að bæjarfulltrúum tekur máls undir núna hafi fyrst og fremst verið lóðin þar við hliðina, þessi lóðina milli Háholts 23 og Krónuhússins. Og ég held að það sé gott að það sé verið að horfa á þetta í heild sinni og það sé gott að það sé verið að móta hér nýtt skipulag og breytingar á því með uppbyggingu í miðbænum. Ég er ánægður með þróun þessa verkefni, ég er stoltur af því að við séum að fara á stað með uppbyggingu miðbæjarins í þessum anda, bæði með tilliti til þess að geta búið til skemmtilega og góða byggð sem að hentar í miðbæjum eins og Mosfellsbæ og hann geti orðið sá miðbær sem við höfum verið að bíða eftir og beðið eftir lengi. Það gerist þarna hreinu og vettvangi, það gerist smátt og smátt og líka að það sé þarna myndast tækifæri til að byggja upp enn frekari þjónustu við íbúa Mosfellsbæjar í miðbæ Mosfellsbæjar. Þannig að ég fagna þessu máli og tel það algjörlega réttum farvegi og í mjög góðum höndum hjá skipulagsnefnd eins og staðan á því núna. Bjarki Kjærsvöld. Það var þetta mál saman. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, við erum að ræða hérna fundargerð skipulagsnefndar mál nr. 5 sem heitir uppbygging á lóðum í miðbæ Mosfellsbæjar. Bæjarfulltrúi Theodór fór ágætlega yfir það sem að þá umfjöllun sem fór fram á fundinum, umræddufundin. Við sitjum báður í þeirri nefnd og þar komu þarna gestir eins og kemur nú fram í fundargerðinni og niðurstaðan var stuttalega góð kynning og umræður. Vissulega var mikil umræða bílastæði, eðlilega.
bæði fjölda og staðsetningu þeirra á þessum reit sem við erum að tala um. En við erum kannski, síðan gerir hér bæjarfulltrúi íbúarheimsins miklar athugasemdir við ansi margt hér úr ræðustól, bæjarstjórnar, aðferðafræðina og fleira. Ef að þetta afstaða íbúarheimilina þá hefði verið betra ef að hún hefði komið fram með meira afgerandi hætti á fundi skipulagsnefndar. Við tek fram afgerandi hætti þar sem að þessi sjónarmið hefðu komið fram. Þetta ein af nefndum bæjarins þar sem að fjallað viðkomandi málaflokk og þar umræðan oft tekin og gott að taka hana við það borð og síðan náttúrulega færust hún yfir á þetta á vettvang bæjarstjórnar eins og er að gerast núna. Ég vildi koma þessu sjónarmiður rækilega á framfæri. Við erum með fagnefndir í ýmsum sviðum og þar, eins og við höfum oft talað um, hinn faglega umræða. Auðvitað færust hún hingað líka með ýmsum hætti, en gott að taka umræðuna í fagnefndunum sjálfum, hvort sem sé skipulagsnefnd eða menningarmálnefnd eða einhver önnur nefnd. Sigrún Gjósur. Já, ég óska eftir fundarhlé. Já, það mælendaskrá. Ætlaðu þú að tala eftir fundarhlé, þá Theodór Gjósur. Langar bara kannski út af þessu máli, mér finnst það kannski aðeins á skýrst, en það auðvitað fjallar það að við annars verið búið að samþykkja uppbyggingu þarna á hlutalóðarinnar og það var svo sem tillaga bara þeirra sem aðkoma. Veit ekki nákvæmlega hvernig það gerist nema að vera að reyna að skipuleggja svæðið í heild, bæta þessari lóð við, og ég held að sé líka kannski, og Bjarki, ég held að sé kannski aðeins, kannski, veit ekki hvort ég að reyna að milda þetta, en við vorum einungis að ræða þessar hugmyndir. Það að segja að það komu aðilar til að kynna hvort það væri mögulegt að gera þetta. Það að segja, og við kannski megum ekki breyta þessu í annað en það var, og þess vegna kannski var ekkert við því að búast að hvorki við sem tilheyrum Sjálfstæðisflokki eða Vinstri græn eða Samfylkingin eða íbúarhreyfingin myndu vera með mótaðar tillögur nákvæmlega þetta. Þetta var einungis svona við vorum í hugarflugi, það fengu aðilar að kynna hugmyndir sínar. Það að segja, það einhverju sem eiga þessar lóð, þeir hafa hugmyndir að gera þetta með einhverjum hætti, og það var bara verið að bera þetta borð fyrir okkur. Þannig að við vorum bara að ræða þetta, fram og tilbaka, og í sjálfur sér engar ákvarðanir teknar. Það ekki fyrir komið hingað eitthvað með stöndum og allt í einu, við vorum ekki að taka ákvörðun. Við fengum bara einungis kynningu, umræðu, upplýsa okkur, og þá kannski fulltrúarnir allra flokka aftur upplýsa sinn kjarna, og bara í umræðu. Langar okkur að gera þetta, viljum við gera þetta, teljum við þetta hagkvæmt, þannig ég held að þessi kannski óþarfi að kannski, ég veit ekki hvort að, ég vil ekki vera kannski að segja Bjarki, við vorum ekki í pólitík þarna, við vorum bara að skiptast á skoðunum, þannig að ég kannski, það hefur kannski verið ekki heldur fyrir fulltrúa íbúarhreyfingarinn í skipulagsnefnd að vera kannski búast við að þurfa að bóka eða taka harða afstöðu þarna. Það eiginlega bara, það ekki komið að því. Ég veit ekki hvort að þetta já, það svo margt eftir áður en að. Við förum að rífast kannski þetta hér, eða taka einhverja svaka afstöðum grænt eða ekki, þarna bara, og ég ætla ekki heldur að hafa skoðunum til og allir að hafa hana, þannig að, já, það umræða eftir, skilur bara í nefndin á þennan að, mér langaði bara að segja þetta. Takk. Fyrir fundarhlé. Anna Sigrún Gjósur. Svo gerum við fundarhlé að hennar töluloki. Forseti, það komið hérna aðeins upp undir þessu sama máli. Ég reyndar yfirlega svo bæjarfulltrúi íbúarhreyfingar setur ekki skipulagsnefnd, en ég, eðli máls samkvæmt, sat ekki þennan fund. En þær upplýsingar sem ég hef af þessu fundi eru akkúrat þannig að þarna var verið að kynna hugmynd og hana urðu náttúrulega umræður, en ég var fullviss það að þarna voru engar ákvarðanir teknar framhald málsins, það á eftir að koma í ljós hvert það verður, en þannig kem ég undirbúin inn á þennan fund frá mínum frá samflokksmanni mínu sem situr í þessari nefnd að þarna var verið að kynna hugmyndir frá þeim sem hafa yfir að ráða þessari lóð, og eins og væntanlega oft hefur gerst áður að fólk kom og fá að kynna hugmyndir sína fyrir nefndunum. En já, ég vona ég hafi skilið minn nefndarmann rétt og mér að þannig hafi legið í þessu á þessum fundi. Bara örstutt,
það ljóst að niðurstaða málsins var að það fór bara fram kynning og umræður, engin ákvörðun. En við gerum þá fundarhlé að beiðni Sigrúnar. Við hefjum þá fund að nýju. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Mér langaði bara að leiðrétta eða sem sagt gera athugasemd við þá umræðu sem var hérna áðan að sko það er náttúrulega fullljóst að það er ekki verið að taka ákvörðun og afgreiða málið á þessum fundi. Það liggja hins vegar endurtekið fyrir skipulagsnefnd gögn sem að fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar skipulagsnefnd gerði athugasemd við á síðasta fundi. Það er þessi mynd af íbúðabyggð í miðborg Reykjavíkur þar sem eru sem hönnuðar eða sem sagt framkvæmda aðila segja að sé fyrirmyndin að skipulaginu sem á að rísa hér í Mosfellsbæ. Og þessi fyrirmynd, hún gæti ekki verið lengra í burtu frá því sem að verið að presentera fyrir skipulagsnefnd og okkur leið hér í bæjarstjórn. Og þess vegna ákvað ég að gera líka athugasemdir við þetta. Að vera að nota gögn til þess að færa rök fyrir þessu máli sem að eru blekkjandi. Þessi mynd, hún á bara nákvæmlega ekkert skipt við það skipulag. Og hérna, Theodór, þú vilt sjá þessa mynd? Já. Þetta er myndin sem að tekin er og fylgir þessum skipulagsgögnum. Já, þetta á að vera fyrirmyndin að skipulaginu sem á að rísa hér í miðbæ Mosfellsbæ. Og þið vitið sjálf, ef þið hafið einhvern tíma lagt bílnum ykkar þarna, að þarna er varla nokkurt bílastæði að finna. Þannig að þetta er ekki í samræmi við það sem að verið að kynna í skipulagsnefnd og ég mótmæli því og mér finnst bara fyllsta ástæða til að þetta verði sérstaklega rætt við framkvæmda aðila á þessu stigi og að svona sé ekki hægt að vinna þetta. Þeir verða að vinna sér inn einhver trúverðuleika ef að þeir ætla að fá að byggja 147 íbúðir í miðbæ Mosfellsbæ ásamt og leggja þar 140 bílastæði í miðbæ Mosfellsbæ. Og það snýst þetta mál að það er algjörlega óhæft að verið sér hvað hún í æð að leggja fyrir skipulagsnefnd einhver gögn sem ekki standa skoðun. Þar að auki sem eru ekki í neinum takt við fyrirliggjandi deiliskipulag eða skipulag í miðbæ Mosfellsbæ. Það er allt annað skipulag í gildi í miðbæ Mosfellsbæ heldur en þetta. Og ég ætla að bóka, já, einmitt, glemti því. Ég ætla að bóka hérna. Það er heimilt að bóka og óskert að fá að bóka. Það er bara spurning hvað ég gerði við bókunna. Þú vilt kannski... Haraldur var búinn að biðja orðið. Þannig að er ekki rétt á að finna bókina og Haraldur gjör svo vel og svo Theodór. Það er stundum einhvern veginn þannig að maður þarf að endurtaka það sem maður segir úr þessum stól. Ég þykir það reyndar ekkert voðalega skemmtileg hefð, en það virðist einhvern veginn samt vera nauðsynlegt. Ég held ég að í báðum ræðum mínum áðan sagt að þegar að þessi reitur var auglýstur, laus til umsagnar og menn gátu sótt hann og gert hann tillögur, þá var boðið upp á það að breyta að koma með tillögur sem væru
öðruvísi en það deiliskipulag sem gildi er. Og það var alltaf ljóst að það gæti og var líklegt að þetta myndi hafa í för með sér breytingar á deiliskipulagi, það er að segja umfjöllun breytingar á deiliskipulagi. Ég ætla að endurtaka þetta einu sinni. Og ég get gert það aftur ef að bæjarfulltrúinn kemur aftur heldur en einhver öðru fram. Og þá erum við bara ekki hér fram á kvöld að endurtaka hvort annan, ef að það er nauðsynlegt. En hér er til umfjöllunar breyting á deiliskipulagi. Vegna þess að í auglýstri tillögu bæjarins var boðið upp á það að menn gætu komið með tillögu að breyta deiliskipulagi. Og það er í ferli hjá skipulagsnefnd sem síðan mun taka ákvörðun á sínum faglegu forsendum hvað afdrif sú tillaga fær og þá verður hún auglýst með þeim reglum og lögum og vinnu verkferlum Mosfellsbæjar eins og ég sagði hér áðan og það endurtek ég einu sinni enn að gilda meðferð mála sem slíkra. Þannig er þetta mál. Það að þessir arkitektar sem að vinna fyrir þessa tilteknu aðila, sem reyndar eru mjög virtir arkitektar og hafa bæði gert mörg skipulög sem að deiliskipulög sem að hafa fengið jákvæð umfjöllun sem á hús. Þetta eru engin nýgræðingar eða þetta eru virtir arkitektar. Að þeir hafi hugmyndafræði sem eins og ég les hérna á þeirra kynningu. Markmið verkefnisins er að skapa borgarhús sem búa yfir fjölbreytileika í ásýnd með skjólgóðu og lifandi rými milli bygginga. Jafnframt er vistvænum samgöngum á háttum gert hátt undir höfði. Og undir þessu, til hliðar þetta, eru mynd úr Reykjavík. Ég bara veit ekki hvað máli snýst, sko. Það að þeir sýni einhverja stemmingsmynd úr Reykjavík með þessum hugmyndum sínum að það kalli á það að menn þurfi hér sí og jæ og koma hér upp í pontu og lýsi yfir hinn og þessu þessa tilteknu aðila. Af hverju var stemmingsmynd með úr miðbæ stórborgar í Hollandi með auglýstu deiliskipulagi, staðfestu deiliskipulagi miðbæjarins? Af hverju var það? Stóðu menn þá hér upp og gagnrýndu það eða töldu það ómögulegt? Þetta er eiginlega bara svo fáránlegt að það tekur eiginlega einhver tali að þurfa að standa upp og lýsa afstöðu sinni eða einhverju hvað svona var það. Þetta er sem sagt hugmyndafræðin og hún eins og ég skil hana er nákvæmlega sú og samræmist þeirri hugmyndafræði sem deiliskipulagshöfundur miðbæjarins hafði og fór hér með og útskýrði með gaumgæfilega á þessum fundum bæjarráðs sem að því miður fulltrúi íbúðarhreyfingarins sást ekki fært að mæta á. Theodór Gjörsvall. Forseti. Þetta sé, ég var nú að taka undir með Haraldi margt, eiginlega allt. En ég held líka sko, kannski ég er nú áður beinti til fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar svona með bókanina að veltaði fyrir sig hvort að kynna vera ekki sé beðið að maður gera það ekki. Þetta kannski alveg ekki réttu tímapunktur. Það er að segja eins og kannski bæjarstjóri fór yfir þá fór þetta ferli í gang, við munum eftir því. Við vildum breytt deiliskipulag, við vildum ákveðið hús í burtu, við auglýstum, það voru umsóknir, úthlutað, undirritaður samningur, það er verið að vinna í deiliskipulaginu. Núna kemur þau upp að þeir sem eiga aðliggjandi lóð hafi hugmyndir það jafnvel að renna sér inn í það skipulag. Við ráðum því. Þetta er ekkert flóknara en það. Og ég sit nú þessa fundi, skipulagsfundi, ég man ekki eftir þegar þó að menn hafi tilviljunarkennt valið mynd, líklega tekin úr Hallgrímskirkju eða gerir ráð fyrir. Þar sem kannski, hún hefur ekkert tengst þessu máli á einn eða neitt hátt og gagnálita út frá því hvað er lítið af bílastæðum niður þessa götu. Já, ég verð að segja, ég meina að þetta hefur ekki þessi mynd eða þessar hugrenningar sem kunna koma upp í sambandi þessa mynd hafa ekkert með skipulag okkur að gera frekar en kannski helst strætón en fólki á reiðhjólinu allt eins líka en ég bara er að segja það
Þarna eru bara aðilar að athuga hvort er hægt að splæsa saman annarri aðliggjandi lóð í svipað skipulag áður en við rennum þessu stað í auglýsing og ferli. Þannig ég held að Sigrún að það sé engin hætt á ferðum, það sé nægur tími til bókana og ég ber fulla virðingu fyrir skoðunum og ég held að það sé nægur tími til að koma athugasemdum grænt og tryggja að þetta sé eins og við viljum hafa. Og þannig að ég held að við séum svolítið að eyða tíma okkar kannski í vitleysu, akkurat núna. Þó að umræðan sé holl, þá er þetta bara ekki á þeim stað að við eigum að vera að taka þessu umræðu. Ég veit ekki hvað ég er að reyna að fá okkur til að vera bara vinir. Takk. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ég verði alltaf jafn undrandi að hlusta á þennan málflutning sem er ekki í neinu samræmi við það sem er rætt. En mér langar bara að ítreka að sem sagt, okkur er fullkunnugt að það er ekki verið að taka ákvörðun í þessu máli, en það að leggja síendurteki fyrir skipulagsnefnd gögn sem að gefa svo ranga mynd eins og þessi mynd gerir, það tel ég vera bara alvarlegt mál og það þarf að vinna betur. Mér finnst ekki skipta máli hvort að þetta eru þekktir eða víðfrægir höfundar að þessu skipulagi eða þessari vinnu. Þeim hefur brugðist búaverleistinn þarna þegar að þeir settu þessa mynd sem fyrirmynd að þessu skipulagi inn í þessi gögn. Þeim bara brást búaverleistinn. Og já. En hvað sem því liður, ég er með bókun og hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar lýsir furðu sinni á fyrirliggjandi tillögu framkvæmdaraðila að skipulagi í Bjarkarholti, Háholti í miðbæ Mosfellsbæjar, en hún felur í sér að á þessu litla svæði verði 143 bílastæði og yfir 147 íbúðir í fjölbýlishúsum sem eru 4 til 5 hæðir. Tillagan er ekki í samræmi við skipulag miðbæjarins og auglýstar úthlutunarforsendur sveitarfélagsins árið 2015, auk þess að vera í hróplu ósamræmi við græna miðbæjarskipulagi sem var niðurstaða víðtækrar rýnivinnu meðal íbúa og DV-listi sögðust fyrir kosningar ætla að fylgja eftir. Ef skipulagi verður að veruleika er ljóst að undir stjórn meirihluta DV-lista eru það hagsmunir framkvæmdaraðila sem öllu ráða, ekki niðurstaða samráðs íbúa. Tillagan er auk þess í miklu ósamræmi við það skipulag í miðbæ Reykjavíkur sem vísaði til sem fyrirmynd hönnuða að skipulagi ofangreindum reit. Hvað varðar fjölda bílastæða, útlit og hæð húsa. Íbúahreyfingin mótmælir þessum vinnubrögðum. Er ekki rétt að við gerum fundarhlé? Já, ekki vilt hjá sig, þá byrðum fundarhlé. Við hefjum þá fund og Bjarki, ég var þér orðið. Svo vel. Já, við erum að ræða þetta saman málforseti og hér liggur fyrir bókum frá bæjarfulltrúum DV-lista sem ég ætla að lesa hér. Hér er grundvallar misskilning að ræða hjá bæjarfulltrúa M-lista. Málið snýst tillögu að deiliskipulagi fyrir miðbæ Mosfellsbæjar sem er enn til umfjöllunar í skipulagsnefnd og byggð er á samkomulagi sem gert var að tilstuðlan bæjaráðs, úthlutun lóða við Bjarkarholt og Háholt. Þetta samkomulag var gert í kjölfar auglýsingar úthlutun lóðanna. Í auglýsingunni var tekið fram að möguleiki væri á frekari þéttingu byggðar í miðbænum, enda hafði skipulagsnefnd ályktað áður
að skynsamlegt væri að þétta byggð umfram gildandi skipulag á þessu svæði. Því er sérstaklega vísað á bug að hér ráði hagsmuni framkvæmda aðila líkt og framkom í bókun fulltrúa M-listan. Og þetta hefur verið sent til ritara fundarins. Sigrún Gjörsveld. Já, ágæti forseti. Mér langar bara að óska eftir upplýsingum þetta samkomulag og mér óska eftir því að fá það sent, þetta samkomulag. Einnig óska ég eftir að fá nákvæmar dagsetningar og tímasetningar á þessum 2 fundum sem að bæjarstjóri hefur minnst á hérna. Haraldur Gjörsveld. Það er ástætt fórseti. Samkomulagi reyndar á fundargaflinni undir viðkomandi máli frá viðkomandi fundi. Þessi fundir voru haldnir í júlí, held ég, ef maður rétt. Þetta voru 2 fundir, venjubundin fundi bæjarár. Það er alveg sjálfsagt að vinna, ef bæjarfulltrúinn hefur ekki aðgang að þeim á netinu, þá er alveg sjálfsagt að aðstoða hana við það. Get ég fengið bókunna send og ég óska eftir fundarfrí? Theodór Gjörsveld. Ég veit að hálf skammast mér að koma þetta upp í, ég held í sér 4. skipti kannski, en út af máli sem að í sjálf og sér ekki mál, og ég kannski bara segja því öll skiptin, þess vegna kannski líður mér enn verð. En hér sé ég að forsetan aðstoða. Og þessi 2 fundir sem hafa verið haldnir sem að ég hafa mistað? Má ég minna á ég með orðið? Gjörsveld. Það er okkur lofalagi sem hér er að kynna okkur gögn fyrir fundina og aðgangur okkar að gögnunum undir málunum og fundirnir liggja þar fyrir, hvar ákvarðanir teknar, númerið og dagsett. Ég kannski bókunin okkar sem var lesin upp í náðan og var verið að senda, hún er kannski 16. Ég vona að íbúarnir hafa áhuga að hlusta á mig. Ég er að hlusta. Takk að þið fyrir. En bara að því þegar við settum stiður og ætluðum að svara þessari bókun, ég var svo sem ítrekka búinn að segja að málið er bara ekki á því stigi að það sé kannski við ættum að bóka eða taka svona á eins og við höfum gert svona atvik. Svo ég skýri það eins rétt aftur, það er búið að ákveða með samkomulagi að úthlutun og lóð, að liggja fyrir skilmálur hvernig því á að hátta í samningi með ákveðum fjöldum íbúðeininga og nákvæmlega hvar sú lóð er og hvaða óskir lágu fyrir frá okkur. Tillögur hafa komið skipulag sem menn að fjallum og í ferlinu kemur fram hugmynd það að bæta við aðliggjandi lóð. Við erum að ræða það í skipulagsnefnd. Fulltrúar þessa sem eiga þetta svæði báðum að fá að kynna það. Það er nú allt sem gerðist. Að öðru leyti hefur ekkert gerst. Þess vegna finnst mér bókunin sem liggur fyrir og ég hefði svo sem vilja, það stendur í bókun að það séu gert ráð fyrir 143 bílastæðum og haldið áfram yfir 147 íbúð. Það verður að telja saman það sem kannski er ekki og verður að leggja út af því að við séum að vinna að hagsmunum einhverja framkvæmda aðila. Við erum fyrst og síðast að vinna í takt við það sem þið og við og ég ákváðum. Svo ég segi það enn og aftur. Og þess vegna erum við hér, harpum eitthvað og fá gögn, einhver gögn sem að bæjarfulltrúi getur óskað eftir þegar hún vill, þegar hann langar, kynnt sér sjálf og það er nægur tími til. Og ég held að sé okkur öllum til sóma að láta kyrrt liggja núna, láta frekar í bókunum bara lönd og leið, vinna áfram í þessum máli því nægur er tími. Það er ekki eins og þetta sé hlaupa frá okkur. Þá ætti að ræði skipulagsnefnd í nokkur skipti, koma til okkar aftur, þannig það er allt í stakasta lagi sko. Þannig að mér hálf leiðist að vera hérna uppi að tala um þetta, en mér langar bara með þessum orðum að reyna í þriðja skipti að biðja bæjarfulltrúa íbúar Haugangur og okkur sjálf að láta staðar numið í þessu máli og vinda okkur í annað sem er kannski
Já. Mér langaði í bókunum minni að hafa það þannig að ég gerði ekki athugasemdir við orðavaliðinni, en að öðru leyti hún ekki rétt, bókunni. Takk. Það var óskum fundahlé og við gerum fundahlé. Jæja, við hefjum þá funda 9. Sigrún, gjör svo vel. Já, ég hef áhuga á því að svara bókun DFF-lista með annarri bókun sem heitir svo: Fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera athugasemd við að verið sé að vinna að breytingu á deiliskipulagi án þess að það komi skýrt fram í titli máls. Fulltrúar í sveitarstjórn gera heldur ekki samkomulag við framkvæmdaraðila sem ekki í samræmi við skipulag. Til að gera breytingar á skipulagi þarf lögum samkvæmt að hafa samráð við íbúa. Það var ekki gert í þessu máli. Haraldur, gjör svo vel. Sendurðu bókun á Sigurð? Forseti. Það vil nú reynda svo til að þessi tiltekni bæjarfulltrúi sem hér var að tala samþykkti þetta samkomulag á bæjarstjórnarfundi þann 11. maí. Nú var ég ekki fjarverandi. Þú varst fjarverandi. Gefið hljóð. Ég með orðið, forseti. Eins og ég nefndi hér áðan margoft í mínum ræðum hér þetta mál, var það þannig að þetta mál var tekið fyrir í bæjarráði, þar að segja úthlutun lóðana. Það var búið að taka það fyrir margoft áður úthlutuna skilmálana og auglýsinguna og ástæður þess að farið var í þetta verkefni. En bæjarráð ræddi þetta sérstaklega á 2 fundum síðan, þar að segja það umsóknir sem bárust á grundvöll þessara auglýsingar og fundi sínum 28. apríl og síðan viku síðar. Á þeim 2 fundum var bæjarfulltrúi eða áheyrnarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar í bæjarráði ekki mættur og boðaði ekki varðmann. Þar var tekin ákvörðun að semja við upphaf uppbyggingu á þessu reit. Í þessu samkomulagi er tekið fram að íbúðir á þessu svæði verði það bil 100. Á bæjarstjórnarfundinum þar á eftir sem að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar samþykkti hún þennan samning. Bara svo það sé sagt hér. Sá samningur sem hún óskaði eftir áðan að fá undir því máli. Það að bæjarfulltrúin hafi ekki lesið samninginn er ekki á mína ábyrgð né annarra bæjarfulltrúa. Kannski hefur hún lesið hann, en er búin að gleyma hvað stendur í hún. Það er þá bara þannig, en svona er þetta mál vaxið. Það að sé verið að gera hér einhver samkomulag það að breyta deiliskipulagi, ef að bæjarfulltrúin hefur lesið samninginn sem hún samþykkti, þá mun hún kantarlega rekast á þessu setningu að samkomulag sé gert með fyrirvara breytingar á deiliskipulagi. Það þarf að fara sína leið eins og margoft er búið að koma inn fram. Sigrún, gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Ég mótmæli því kröftulega að vera gerð af sökudólgi í þessu máli Haraldur Sverrisson. Þú ert búinn að dæla út hér allslags upplýsingum fjarvistir og eitt og annað að hendi íbúðarhreyfingarinnar án þess í rauninni að færa neinn rök fyrir því. Ég ætla ekki að fara að eyða tímanum í að leita þessar upplýsingar uppi, en ég óska hins vegar eftir að fá allt þetta sem að þú ert búinn að tala tímasett, svar við því sem sagt tímasett, hvaða fundi þú ert að ræða og svo framvegis. Þú fór reyndar yfir það, forseti, í púltinn áðan. Nei, þú sagði ekki dagsetningu. Jú. Þú sagði bara dagsetningun á einu fundi. Nú fyrir við kannski að stytta þessu umræðu, en Theodór, gjör svo vel. Hvaða ár? Þetta er búin. Það er kannski sá helstu munurinn á þessum framsögum hér er að það sem að Haraldur hefur að vísi er allt þvert í bókar og rétt og satt.
dagsetninga voru nefndar á bæjaráðsfundum sem að einhverju hluta vegna þú sast ekki og ekki var í þinn stað. Það breytir ekki því að það þar alvegandi fer enginn réttur, heldur þetta svo bæjarstjórnarfundi þá vikuna eftir, báða þá bæjaráðsfundi og þar varstu og þar var þetta samþykkt. Og það sem er kannski merkilegt við það að þar var þetta samþykkt og 5. skipti fyrirgefiði fulltrúar aðrir að við í skipulagsnefnd erum síðan að vinna í samræmi við þessa ákvörðun okkar í bæjarstjórn. Það er bara þannig. Ef við skildi rétt fulltrúi íbúahreyfingarinnar, hún gerir athugasemdir sig að vinna breyting á deiluskipulag án þess að það komi skýrt fram í titli málsins. Titill málsins leiðir af sér breyting á skipulagi. Það er hægt að fara þá í orðaleit þetta veit ekki að hverju hlærð. Þú virðist vera föst í myndum sem eru í skjölum og leiðir af því eitthvað. Deiliskipulagið verður til vegna þess að þið ákváðuð og við ætlum að fara í það. Og nota bene, það hefur ekki verið kynnt, fólk hefur ekki fengið sér afstöðu til þess. Þannig ég veit ekki nema, ég vona þú rýnir þetta og áttir þig á hvaða villigötu þú ert komin með þetta mál. Það hefur ekkert gerst annað en við erum að vinna að því sem við vorum beðin að vinna að. Fulltrúi íbúahreyfing gerir athugasemdir við þessi að fara að vinna við að breyting og deiluskipulag án þess að komi skýrt fram í titli málsins. Breytir það öllu? Eins og myndin sem einhver valdi og arkitekturstofa setja á einhverju sjónarhorn úr Reykjavík, eins og það ráði verkum okkar, eða fjölda bílastæða. Algerlega ótengt. Og þessi mynd, ég hef ekki heyrt á hana minnst nema af þér. Aldrei af neinum fulltrúa í skipulagsnefnd. Þar erum við þá að vinna verk sem við ákváðum að skipulagsnefnd skyldi vinna. Fulltrúar sveitarstjórnar gera heldur ekki samkomu við framkvæmdað það sem er ekki í samræmi við skipulag. Eins og ég held að eins og með fyrirbókunina þá er innihaldið afar dapurt en hvernig orðum er raðað gerir ég ekki athugasemdir við en hvað kemur fram í þeim er bara til að gera breytingar á skipulag þar við lögum samkvæmt að hafa samráð við íbúa. Það vitum við. En lefðu því að verða til, lefðu því að verða kynnt svo fólk fái nú tækifæri til að kynna sér það og gera athugasemdir. Við setjum ekki skipulagsnefnd og ákveðum þetta bara og svo bara byggjast hús. Það er form á þessu öllu Sigrún, þú veist það vel. Jafnvel betur en ég. Og þetta er bara ekki komið á það stig. Barnið er bara ófætt sko. Takk. Ég tel rétt eða ætla að bregðast að snögt við, en svo gerum við fundarhlé. Ágæti forseti, þetta snýst bara fagleg vinnubrögð. Ef að verið er að vinna að breytingum á deiliskipulagi, þá á það að koma fram í titli máls. Og hingað til hefur verið reynt að vinna þannig, eða var allavega reynt að vinna þannig. Og fólk ætti bara að tileinka sér það að hafa titil máls þannig að hann snúist það efni sem verið er að vinna. Þetta hætti að tala um myndina. Við erum líka að tala um þetta samkomulag sem að sveitarstjórn gerir við framkvæmdaraðila og þetta samkomulag er ekki samræmi við deiliskipulag. Sveitarstjórn hefur ekkert umboð til þess að gera samkomulag við framkvæmdaraðila án þess að það samræmist því deiliskipulagi sem fyrir liggur í sveitarfélaginu. Og það snýst þetta mál. Þarna er verið að gera samkomulag eitthvað sem að við höfum ekkert umboð til að gera nema að skipulagi liggi fyrir. Örstuð Theodór, og svo gerum við fundarhlé. Kannski, afsakið komið inn aftur, kannski eins og Haraldur sagði þrígang, þá stendur í samkomulaginu kæri fulltrúi íbúahreyfingarinnar sem við kvittuðum fyrir að það væri með fyrirvara slíka breytingu.
Það stendur í samkomulag sem þú ert jafn mikill þáttakandi í og ég. Lestu samkomulagið. Það var fjarverandi. Þú varst ekki fjarverandi á bæjarstjórnarfundi þar sem það var samþykkt. Nú var ekki fjarverandi á fullt af Af hverju kynnur ekki gögnin? Lestu samningin. Ræddu það svo á næsta fundi. Hættum þessu rugli. Ég gerum fundarhlé. Og fyrir það verið. Við hefjum þá funda 9. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós í þessu 5. máli. En Bjarki var búinn að óska eftir að ræða annar máli fundargerð skipulagsnefndar. Gjörðu svo vel, Bjarki. Takk fyrir, forseti og ágæti bæjarfundur var. Ég ætla aðeins að drepa á mál hér númer 7. Það er rétt að tæpa á því, það hefur þann titill í þessari fundargerð skipulagsnefndar. Hefur þann titill undirbúningur að gera landsskýrslu innleiðingu Árósasamningsins. Þetta er erindi frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu frá því í desember. Það er að gera landsskýrslu bara til upplýsingar það, þá er Ísland fullgilti þennan samning, Árósasamninginn árið 2011, í stuttum á með þáttöku almennings við ákvarðanatöku í umhverfismálum og aðgang að réttlátari málsmeðferð. Nú er að gera skýrslu, þetta kom sem sagt inn á skipulagsnefndarfund, en það var nú allir sammála það að það væri líka ráðlegt að þetta færi fyrir umhverfisnefnd og ég vona að það verði tekið upp á þeim vettvangi á næsta fundi umhverfisnefndar sem til kynningar. Niðurstaða fundarins skipulagsnefnd málið var kynnt. Ég vildi samt vekja athygli á þessu málið. Takk fyrir. Fleiri sem æskja þess að taka til máls. Sigurður gjörðu svo vel. Þú er að fyrirgefa, forseti, en ég neyðist til að taka aftur til máls undir því máli sem við vorum búin að afgreiða hérna. Það er búið að loka því máli. Já, vegna þess að það eru ósannindi sem komið fram hérna áðan 100 íbúðir. Það gagn sem að fylgir með í þeirri fundargerð bæjarstjórnar sem að ég hafa samþykkt 100 íbúðir, þar eru 52 íbúðir. Sigrún, þessum umræðu lokið og við erum komin í önnur dagskrá, það er 7. mál sem er til umræðu. Ég vil fá að leiðrétta þetta, forseti. Ég vil fá að hér komi fram sannar upplýsingar á þessum fundi. Það gagn sem að fylgir hérna, það gagn sem að fylgir með fundargerðinni, það segir til 52 íbúðir. Við gerum hlé á fleiri hafa ekki hvað sér hljós fundargerð skipulagsnefndar. Umræðin lokið, þá var óskum það að það er greitt atkvæði sérstaklega 5. mál. Þeir sem staðfesta það í afgreiðslu skipulagsnefndar að fram hafi farið kynning og umræður málið í 5. máli gjöru svo að gefa merki. Takk fyrir og á móti. Samþykkt með 8 atkvæðum. Fundargerðin að öðru leiti borin upp til samþykta, þeir sem að samþykja hana, þeir sem gjöru svo að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir 7. mál á dagskrá fundarins sem er fundargerð til kynningar og það er tímamóta fundur hjá byggingafulltrúa. Það er 300. afgreiðslufundur hans sem haldinn var 12. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Enginn kveður sér hljós. Umræðum er lokið. Fundargerð lögð fram. Því næst tökum við fyrir fundargerð 15. afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa. Orðið er laust fundargerðina. Enginn kveður sér hljós. Umræðum er lokið og fundargerð lögð fram. Þá er komið að því að taka fyrir fundargerð 250. og 7. stjórnarfundar Strætó BS sem haldinn var 7. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Enginn kveður sér hljós. Umræðum er lokið og fundargerðin lögð fram. Þá er það
fundargerð 72. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins sem haldinn var 16. desember. Orðið er laust fundargerðina. Engin kveður sér ljós, umræðum lokið, fundargerð lögð fram. Og að síðustu er fundargerð 438. fundar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem haldinn var 9. janúar. Orðið er laust fundargerðina. Engin kveður sér ljós, umræðum er lokið, fundargerð lögð fram. Ekki liggur fleira fyrir þessu fundi. Ég þakka fundasettuna og segi fundi slitið.